Yeah. Oh yeah. The trust him off a pig out, oh yeah. The vinden flyger pig out, oh yeah. Till det känner vattnet, oh yeah. Och nu är den starkaste, oh yeah. Yeah. I fall. Hvenær byrjaði þetta með mafíuna? Mafían stofnuð hérna á gamla enska hérna upp á Hrauni 2004, 13 ára gömul. En við Halli, botliðumaður, við höfum verið búin að semja lög á hverju ári sko, það hefur byrjað hérna 2000 stuðnismennar lög sko, en hún stofnuð formlega 2004. 2004, þá eiginlega hvað? Titillinn sem kemur í hús þá eða? Á Akureyri? Já. Hvernig stemning var það? Ég hef aldrei upplifað annað eins bara. Það var bara, þetta var fleiri F-fangar hérna í Akureyrarbæ íbúar sko. Nei, þetta var æðislegt. Það var rútuferð? Rútuferð og fólk bara með ýmsu móti. Mikið stemning? Það var alveg bara mögnuð stemning og ég hef aldrei upplifað annað eins og þetta náttúrulega ástæðan fyrir því að maður í þessu sko. Þetta var fyrsti titill sko. Það náttúrulega enginn, það geta líka neinum við það sko. En nú eru komnir nokkru titlar síðan, hvað hérna svona eftirminnilegasti titillinn? Fylkisvellinu. Þegar hérna árið Keflavíkurgreyin hérna mistuðu sig hérna á 41 stig á 30 síðustu leikunum. Greið, maður var ekki greið, en þegar maður var bara afskrifað þetta sko, alveg gjörsamlega sko. En þú fórst upp á völlinn? Já, ég var þar, það var alveg magnað sko, það líka ógleymanlegt sko. Og þú hefur alla tíð verið svona með þessu og, þú veist, verið svona aðalsbrautan í þessu dæmi? Já, aðalsbrautan og það er nú ekki sko, þetta er bara, það er ákveðin kjarni sem hefur fylgt þessu bara síðan að þetta var stofnað og hann er ennþá hérna og það hafa allir sitt hlutverk í þessu. Ég var nú kaffi hérna líka með hérna. Já, það var eins og við. Og hérna, takk Rósi minn, takk. Það er svo sér sko, Rósi hann sér kaffið í mafíunni. Það hafa allir sitt hlutverk í mafíunni, þetta er ekki svo. En af hverju mafían? Hvað er það? Það er nú að gera mafían. Það er sko, þegar við stofnuðum þetta band, ég, Halli og Viðar sem var á bassamálgu, þá köllum við okkur Hafnarfjarðar mafíu. Og við söngdum þessi F-lög og spilum. Og hérna og svo var annar kjarni sem í mafíunni sem að kallaði sig líka Hafnarfjarðar mafíu. Þetta var svona, þannig að mafían var fyrir valinu, það var bara kosning og það var líka þessi kosning og við bara breytum ekki hérna. En hvað hérna eins og til dæmis núna sumar í ár er kannski ekki sú uppskera sem að FH vill vera kennd við sko? En er farið að minnka í þessu eða? Þetta er náttúrulega sko, ég hef þetta sé nú mjög öðru þannig að þegar vel gengur þá mæta fleiri og þegar illa gengur eða verð gengur þá týnist úr. En já, svona hefur ekki hjálpað neitt að hækka miðaverðið, það er nú bara þannig. Heldur að það hafi svona áhrif á? Það spilar allt saman. Það hjálpar ekkert sko. Með 4 manna fjölskyldu, 8 áskall á leiknum. Nei, það skilur við, börnum er eitthvað 10 ára. Leikur framöndan á móti Blikunum. Hvernig leggst þetta í þig? Þetta var að vera raunlega. Þetta var alltaf verið hörkuleikir þarna. Og þetta var bara mjög erfitt. Þetta er bara 50-50 leikur. Nú skoraði Emil Pálsson mark í fyrra sem að
skildi liðin af. Já. Er það, á þetta að gerast aftur núna? Þetta verður bara einhvern veginn held ég, já. Ég held að sé ekkert úrlýtt að það er enginn að fara valt yfir neitt. Þetta átti að ráðast á eitthvað einu marki og það verður dramatík. Já. Þess vegna elskar maður fótbolta. Það er dramatík. Eitthvað að lokum? Áfram með FH! Við erum Íslandsmeistarar, oh yeah. Við verðum aftur meistarar, oh yeah. Frísinn er vaknaður, oh yeah. Og andinn er magnaður, oh yeah. Alpha